Jæja, ég var að tala hvernig maður stoppar allt of lengi þegar sannleikurinn hættir að virka. Förum hring eftir hring, sama staðnum í mörg ár. Hvernig getum við breytt þessu? Hvernig getum við stytt tímann? Það er svo margar ástæður fyrir þetta, hvað akkur þetta getur verið. Ef við tökum það sem er orðið sem dæmi, hann uppgötvar stöðu, skoðar sér stöðunni og reynir að aðlagast. En hann uppgötvar alltaf stöðuna, sömu stöðum. Hann er búinn að ákveða að staðan sem hann uppgötvar er að hann er ekki með nægar tekjur. Þá skoðar hann sér stöðum, hvernig getur fengið meiri pening. Svo reynir hann það. Þannig hann er alltaf að reyna, það er ekkert sem að færa til þess að uppgötva einhver aðra hlið á málinu. Þetta getur fyrir alla. Þannig að við þurfum bæði að gera það og svo þurfum við að hjálpa bara fólki að komast einhvern veginn áfram. Þessi þrjú þrep, þau hanga saman og við vorum að lýsa því að það er getur líka að skoða þetta þrep 4 sem er á milli alls staðar. Þannig að við vitum kannski hvað þrep 4 er og við getum svona hjálpað þeim að skoða málin út frá einhvern nýjum til dæmis þessu ef þau eru komin á þann stað. Þannig að þegar einhver kemur að búið að opna fjármálina svo er ýmislegt að skoða. Þannig að við erum með stöðu, við getum skoðað hana, en bara það eitt að það sé einhver annar sem skoðar með manneskjunni sem er ekki föst þarna, það myndi bara strax hjálpa. Og en líka ef við vitum hver ábyrgðin er sem þarf að taka skrefið 4, hún hver er hún á hverju stað fyrir sig og það hjálpar þegar við tölum mann sína. En við skulum sjá hvernig ég hugsa þetta. Finna þetta verkfæri sem ég kallaði brúin og svo vorum við með þetta sem ég kallaði burðargeta. Nú sameinum við þessi 2 verkfæri í eitt. Þannig erum við með burðargetuna og brúna í sama verkfærinu og við byrjum fyrst að því að nota þetta bara þannig að ég ákveð þegar ég er búinn að hitta einhvern skjólstæðing, búinn að fara yfir út ársífinitu og búinn að ákveða að hann sé í óreiðu, þá fer ég með þetta á óreiðuna. Þá fæ ég að vita, þetta er úrræðið sem er handa þessari manneskju. Hún er ekki með næga burðargetu til að taka meira. Eða þá, hún hefði geta verið í skuldum. Ef í skuldum þá legg ég þetta yfir skuldirnar og það ég að vita hvað úrræðið er í boði fyrir þessa manneskju. Og það er endurhæfing og það er námskeið. Hún ræður við að gera sjálf og hún ræður við að ná sér í þekkinguna líka á námskeiði til þess að halda áfram. En hún er ekki komin fulla burðargetu en töluvert mikið meira heldur en meðvitundin. Þetta er annað úrræði sem getur fengið til þess að þetta er endurhæfing. Og þetta eru úrræðin og þau eru þá á samvinnusvæðinu og þannig við skulum aðeins skoða þetta og förum lengra. Leiðin til velgengni, þetta er ferill sem fer frá ánauð og upp í velgengni, fer frá vinstri til hægri, línulegt og það er ekkert hægt að breyta þessu. Þetta er bara eins og járnbrautarteinar eða lest á járnbrautarteinar. En þetta er lokað kerfi. En það býður ekki upp á svo mikið sveigjanleika í hvaða aðferð við beitum. Og er þarfirnar, það er það sama. En það sem við erum að skoða núna, þjónustulíkanið, sem stundum að kalla burðarþol, það er lóðrétt. Og það er opið kerfi og það er lausnin sem við höfum verið að leita að.
Hérna er ráðgjafinn á samvinnusvæðinu. Sko, hann er að skoða samþykki, von í farveg, draumur í farveg, þörf og frágangur, litlu þrepin í HH. Það getur líka verið að skoða sko, hvað er ríkjandi þörf, hvað er víkjandi þörf, kviknandi þörf og hvað næringu uppfyllir þarfirnar. Eitthvað annað sem hún dettur í hug. En þetta er samt ekki þannig að hann er að vinna þetta svona. Hann er ekki að koma og segja, heyrðu, þú farið í vonina í dag. Hvar vorum við í gær? Vorum við í von í farveg í gær? Hvernig er þetta? Það er ekki þannig. Hann er ekki einu sinni að tala þessa hluti. Eða hann er að tala þessa hluti. Það er bara eins og íslenska veðri, maður veit ekki hvað gerist næst. En hann er að hlusta. Hann er að hlusta eftir þessu. Þetta eru svona vörður. Og hann betur við, hvað er í gangi núna, við erum að tala saman. Hvað heyrði ég þarna? Var þetta von? Eða hvað? Er hann ekki að segja inn fyrir hvernig þörfin er? Allir sem komið að því að skoða hvernig hann uppfyllir þörfina. Og þannig að við getum ekki, þetta er bara hann er að hlusta eftir þessum merkjum til þess að finna hvar manneskjan er, hvar hún er sterk, hvar hún er veik, hvað hægt er að gera til þess að koma hreyfingu á málin, þannig að hún komist upp á næsta skref. Nýja leið, nýja sannleik, stækkunarsannleik. Já, og aðferðina sem við notum, sko við erum að reyna að kveikja líf. Daður er til dæmis mjög sterkt verkfæri. Daður við það að en þetta er svona allir, þetta er svo skemmtilega. Prófum það. Og þá, þegar maður daður þá kemur kannski jákvæð tenging og þá langar maður lengra og þá er orkan komin á stað og getur bara að skapa. Við vinnum ekki með plús og mínuspóla, við erum bara að reyna að örva lífið. En leiðin til velgengni er korta leiðinni, þá er samvinnsvæðið ferðalagi sjá. Það er plúsból og það er mínuspól. Sá sem er í skuldum, mínuspólinn er tímapressa og svo getur hann lent í því að draga hún lengi saman. Það er ýmislegt sem það er margar neikvæðar hugsanir og hugsun, hegðun og afleik. Þannig að þegar við erum að tala við þá sem er í skuldum, þá munum við heyra, já ég þarf bara að draga mér saman eða eitthvað svona. Sá sem er meðvitundum í áriðinu og segja, já, mér vantar bara meiri tekjur. Þannig að þarna er eitthvað sem er ekki hjálplegar hugsanir fyrir skjólstæki. Það er kona sem er á efri hlutanum í skuldum. Hún er búin að vera að semja, hún er búin að ganga frá öllu nema einni skuld og hún fær sig ekki til þess að semja hana. Það er samningsvilji að báðum aðilum en hún einhvern veginn fær sig ekki til þess. Og við erum eitthvað að spyrja, ertu búin að semja? Og nei, ég fæ mig ekki í það, sko. En ég er búin að vera að skoða þetta, sko. Ég get alveg sett 10 skall þarna og ég á alveg að geta sko lifað á því að ég tek 5 af neyslunni, sko. En eitthvað, ég get þetta samt eiginlega ekki. Og svo líður bara tíminn og eftir viku eða eitthvað þá segir hún, en veistu það, ég held alveg að ég þurfi ekkert að borga þetta svona hratt. Ég má alveg ég held ég vilji bara sko borga minna á mánuði og vera lengur að þessu. Já, sko við hlustuðum og í fyrra tilfellinu þá gáfum við ekkert á þetta. Við vorum ekkert að hvetja hann að semja, því þá var hún að halda leiknum áfram að draga saman. Og við skoðum þarna, hún er sem sagt með samþykktarþörf sem heyrist núna greinilega. Ég vil mega gera þetta eins og ég vil og ég vil gera þetta þannig að ég eigi líf. Frelsisþörfin, ég vil losna út úr skuldum og baslinu. Ævintýraþörfin segir, ég vil eiga aðgang svo ég fái að lifna.
Þannig að þarfinnar eru allar að fullnægjast með sömu ákvörðunni. Ég ætla að semja til lengri tíma og eiga eftir meira handa mér. En samþykktarþörfin sem er víkjandi, hún leyfði það ekki vikuna áður. Þannig að við erum letjandi í fyrra tilfellinu og svo hvetjum hana þegar hún fyrir að nefna lausnina sjálf, en hún þarf að finna hana sjálf.